Komið sæl og velkomin í hlaðfréttir. Flottur í dag. Ég gríðarlega flottur í dag og er spenntur þessum degi. Já, þú þarf að vera með í dag og hafa... Þetta er ESB-vikan, Fannar. Það er bara svoleiðis. Og veistu hvað, þá gerist. Hvað þá gerist? Æ, veitu, ég má ekki... Veitu, hvað gerast? Ég er allt í ruglið það. Haldur hann að tala. Þetta er podcast. Það er ESB-vikan og ég gerir það fyrir allir sem er búin að mynda sér einhverja skoðun. Já. Ég ætla ekki að vera með í þessari viku. En við ætlum samt á miðvikudaginn, svo það komið skýrt fram, að vera með 2 podcast. Við erum að fara að tala mikið um ESB á miðvikudaginn, sko. 2 podcast? Ég var þetta fyrir utan á hann að reykja sígarettur, sko. Hæ? Já. Af hverju? Hvað veistu það? Ég er ekki ánægð með það. Nei. Og þetta var sko þýsk sígaretta. Ég reykti hana bara, alla. Hvað minnum þýsk sígarettar? Hvað framleiðandi tóbaksframleiðandi þýskur? Prins? Já, þetta var svona þýsk prins sígaretta. Og hittir þú svona þjóðverja sem átti prins? Já, og hann með nei, ég get ekki sagt þetta. Nú? Hann var bara með, hann var eitt aðal líkamannum hans. Það var eitt við líkamann hans sem er ekki, þú veist, á öllum, skilur við. Og þegar ég er ekki að hlæja því. Gegnum, hérna. Nei, hann var ekki með nei, hann var ekki með það. Og sástu þetta? Og ég er ekki að hlæja því að hann sem einhvern líkams kvilla. Nei, þú veist, við erum öll ólík og fólk er með alls konar. En hérna, þegar hann var að taka hendina á mér, þá var hann með, hún var helmingi styttri önnur hendina hans en hinn. Já. Og ég var bara hugsi, því hann, ég hugsa, já, þetta teki ég hendina á hann. Já, eðlilega. Hann var með hendur, það var bara aðeins styttri. Það var lengra fyrir þig að ná í hana. Já, og það var smá eins og hann var í feimin og ég sá hann helt á sígarettupakka. Og ég sagði bara, can I have one cigarette? Bara á þess að hugsa. Ég bara átt að fá sígarettu. Og svo var einhvern fyrir utan með honum, einhvern þjóðveri að reykja prins. Ok. Var hann þá bara gestur í húsinu inn í tannréttingum eða hvað? Ég veit ekkert af hverju hann var einna, sko. Nei. Það er svo mikið skrýtnum fólki sem kemur og fer einna, sko. Ég veit það. Og hann var rosa mikið að spyrja mig mitt út í þetta. Út í eitthvað, þú veist, hvað ætlar að gera á laugardaginn og eitthvað svona. Ég skildi hann ekki fyrst. Ég held að hann var eitthvað að reynaði með eitthvað en þá var hann væntanlega að tala um kosningarnar. Já. Og ég sagðist ekki vita það og ég veit ekki neitt maður og ég er ekkert inn í pólitík og þess vegna ætla að vera með 2 ESB þætti á miðvikudaginn. Rétt. Við vorum eiginlega búin að ákveða síðasta föstudag að skipta okkur ekkert að þessu, sko. Taka bara viðtal mögulega við Þorgerið þar sem maður væri bara ekki talað með ESB. En við ætlum að breyta kúrs. Við ætlum að vera með. Take me home to the place. Það eru allir með. Já, við ætlum að vera með 2 þætti. Einn jáara og einn neyara. Er það must? Það er must. Já, ég vil líka bara konceptið sé svolítið, sko, þau eiga að sannfæra okkur um að segja já eða nei. Því ég er bara því nær sem dregur að þessum, ég held ég sem var heilbrigðafólk benni. Sígarettan og hvað meira? Veit það ekki, það er bara eitthvað, ég finna það. Þú er að fara úr jakkanum, ég held að það sem fyrsta lagi þegar maður situr svona inn, ég er sammála Gunnari, þú ert oft í jakka. Já, í öllum aðstæðum, sko. Stuttur ból undir jakkanum, sko. Nei, ég sko, mér finnst þjóðin, sko, ég hef ágjur af þjóðinni. Hún er klofin í herðaniður, sko. Já, fólk er pirrað, sko. Það er bara, þú veist, það er bara afmæli að splundrast hér og þar og alls konar, sko. Já, En er þér ekki sama ef að einhver myndi segja við þig bara pappiðinn eða mamma er bara einhver Herru, ég ætla að kjósa já eða nei, væri þið ekki alveg sama? Ég er að finna svona lykt af eins og ristuðu brauði. En það var hérna það er einhver skrítin lykt hérna í þessum stólana. Er það ekki svona sænum að maður þess að fá hvað hættur þetta? Rista brauð? Jú, það er svona yfirleitt rista brauð en þú þarft að finna verk í hönd og svona. Það myndi bara deyja einu stólnum bara með þér. Það væri nú þáttum. Myndir þú gefa hann út eða? Ég myndi fá leyfi hjá fjölskyldunni, sko. Myndir ekki bara drífa það að gefa hann út og svo bara ringja og allt færi klessu og það fór bara í loftið og ég veit ekki hvað vera bara að klippa þáttinn bara með að þú dáinn hliðin á mér og Nei, ég myndi nú ekki gera það. Nei, en þjóðin er klofin vissulega, sko.
en sko, klofin við erum ekki eitthvað klofin þjóð fólk bara annarkvæmt að segja já eða nei svo einhverjum partíum einhverjum hvað er að segja nei vissum ekki að við segjum nei þá, og einhver segir nei og við segja já við erum ekki eitthvað klofin við erum bara öll góð á því sko, og við eigum vini og fjölskyldu allt er ígjald það er allt brjálað, það er ekkert allt brjálað það er bara nokkri eitthvað að tala saman eitthvað á samfélagsmiðlum eða undir einhver kommentakerfi í nokkur fjölmiðli en það er tala um að þjóðin sé klofin það er smá ígingar sko. það er bara mikið hiti sko. Klofin væri bara eitthvað svona herri, við ætlum bara hérna, nú verður bara Akureyri og Austurland þið verður bara eitthvað nýtt land og við hérna hinum megin við ætlum að vera annar land það er klofningur sko. Það sem að gera þetta smá klofið er bara að þú getur sagt annarkvort já eða nei það er svo langt síðan við kosið eitthvað svoleiðis það er mikið stemning í þeim kosningum, bara já eða nei það er ekki annar möguleiki ég veit það, en mér finnst bara að vera að tala um eitthvað sem klofið mér finnst það svona að vera sko, mér finnst bara að fólk vera svolítið svona dónalegt sko, eins og bara í heita bóttinum hérna helgina mér finnst það þetta má ég bara nefna dæmi, það er einhver sem ætlar að segja já og þá var einhver annar heita bóttinum heyrðu, ertu vitlaus maður það var svona fígur í menn, þetta voru svona eldri menn það er ekki að vera klofið það er bara menn að takast á klofið hinn var ekkert að takast á hinn var bara eitthvað þetta er bara, mín sannfæring er að segja bara já, hvað er máli með þig maður þeir þekktust ekki sko. Já, það er allt í lagi já, hann var ekkert að leiðina eitthvað rifrildi maðurinn sem ætlaði að segja já, hann var bara slakur við erum alltaf mjúk sko. fólk máli takast á eitthvað ég er bara ánæður að við sem hann tala um eitthvað að því nú fara all samtölu allt bara í gegnum síman og internetið og svona flott að fólk fóka til að tala um í pottinum og er eitthvað aðeins eitthvað hvað er að þér eða hvað ætlar að kjósa já er þetta að þér eða já, ég meina þetta þér finnst það flott en þú veist, ég er bara að segja að skilur að þér á að vera alveg sama hvað einhver annar er að kjósa skilur já, en svo má mér er alveg sama að þú myndir kjósa bara einhvern flokk, ég veit ekki eitthvað sem er mjög ólíklega ég myndir kjósa en svo má mér líka alveg vera ekki sama og vera bara drullu pirraði við þig að þú sett að gera eitthvað þú þurft ekki að vera eitthvað nei, ákveður þetta skipta að því hvað ég er að kjósa ég ætla bara að velja með það að gera það já, þá bara er ég bara reiður þetta er bara eðlilegt að fólk sé að tala saman og er eitthvað svona skiptast á skoðunum og bara djúvillig Benni heimskur, veit hann ekki að ef við gerum svona þá verður þetta svona en finnir þú þið ekki knúin, nú veit ég að þú ert kannski ekki eitthvað búin að ákveða allt það finnir þú þið ekki knúin að setja eitthvað svona Facebook status eitthvað svona, hvað þér finnst ég ætla að segja nákvæmlega ekki, það er svo margir að því fyrsta lagi sko, það myndi enginn hlusta á mig og það myndi ekki á neina áhrif jú, fullt af fólki sem ber virðingu kæru krakkar sko, nú þurfum við aðeins að horfa í það að við erum sjálfstæð þjóð sko, og við þurfum að líta til þess að það er hér á þessu landi ég held að fólk muni hlusta á þig wow, fannar, þetta er kannski ná að sannfara svona 3 eða eitthvað ég er svona stóru myndinni skiptir þetta engum máli sko. Nei, ok, þú veist, en Ólafur Ragnar Grímsson heldur hans ekki að samfara fullt af fólki? Já, örglega bara svona leiðtógin og bara aðkallin en leiðist honum ekki bara veist, hann var bara aðalkallin í 20 ár forseti og svo er hann búin að vera með eitthvað grænlandsfyrirtæki að fara á Íshöfin eitthvað Arctic Circle eitthvað út allt og svo bara, veist, svo kemur eitthvað svona og hann fyrir bara í öll viðtölin og er eitthvað lapp og allir eitthvað Óla heldur hann leiðist, heldur hann hafi ekki bara áhuga á þessu? Jó, bara eins og þegar háum í fótbolta þá bara allt í hennu kemur Eiðusmári bara upp úr einhverjum helli og er bara hefur skoðun á öllu og bara, þú veist, hún veist að gaman skilur að fá að taka þátt í umræðinni þetta er bara hans fótbolti og hann er komin einhver viðtöl til Frosta upp á Mokka og er eitthvað sjálfstæði Íslendinga hefur aldrei verið mikilvægara lítum til þess að í dag er þá og hún veist það bara gaman skilur já, hún veist það er gaman ég held að hún drullu saman hvað gerist sko hann verður löngu dauður bara áður en að við göngum annarkvæmt inn í þetta eða ekki sko. Já, hann á svona batnabötn og svona Já, hvað heldur þau sem fara að svelta ef við verum ekki inn í þetta eða út úr eða hringin í kringum með þetta Nei, líklega ekki sko en nei, fólk er bara alls konar með þetta sko. Nei, ég er sann skilur hvað það fara að fólk getur verið svona að takast á hinum á þessum stöðum og er eitthvað svona smávarífast sem er bara allt í lagi Já, er ekki bara það ég er bara meina svona það er fullt af fólki sem að nennir ekki átökunum sko sem vill bara, já ég er spáð að gera þetta og er ekki bara alltaf lagi nei, mátt það ekki landraðamaður mér finnst það svo fyndið mér er svo fyndið að vera æstur, já það eftir að fara í heita bóðinu og prófa taka þátt nei, en ég bara segi bara sama hvað ég gerir þannig í þessum kjörklefa sko, þá bara munum að þú veist hafa gaman sko það er bara mantran mín í haust sko, ég ætla bara að hafa gaman sko já að hafa gaman, ég ætla að hlæja meira
og ég ætla að vera duglegur að fara á viðburði, mér finnst ég ekki búin að vera duglegur að fara á einhver svona viðburði, ég ætla að fara á tónleikana hjá honum vini okkar honum Valdimar, ég ætla að fara á uppistönd, ég ætla að fara á live podcast sýningar, ég ætla að fara aftur í leikhús, bara að vera nálægt lífinu og fólki Við erum líka með rosalega tilkynningu fyrir ykkur kæru áhörundur og hlustendur. Við erum Boði Ormsson og við hvetjum ykkur til að fá okkur Dyson ryksuguna. Eðlilega þægilegt sko. Hún er hljóðlát, hún er ljósið og sér rykið og sér einhvern veginn árangurinn. Já, líka bara engin snúra. Það er bara, í alvegni, þetta er svo mikil game changer. Ef þið eru ekki búin að smakka Lalla Töframanns kjörísinn, gerið það núna. Hann springur upp í munnum á okkur, krakkarnir hafa gaman að þessu og þetta er bara góð flaug, hún er líka svona þægilega stór. Og svo töfrabröð fylgir kassanum. Hversu gaman er það? Hversu gaman er það? Töfri. Sparistöðu mín hjá Atlandsolíu er í Öskjuhlíð. Bara vera þar í sparistöðunni, þá farið bestu kjörin, besta afsláttin. Atlandsolía. Að live podcasti okkar í Austurbæjarbíó fer fram 13. nóvember. Miðasalinn ekki hafa Er það föstudagurinn 13? Það er rosalegt. Já, það er endar fínt. Dóttir mín fættist föstudaginn 13. líka og hún er bara fesk. Já, ég ætla að, við erum duglega, mætum í allt svona. Já, en þetta er tilkynning, við erum að segja frá þessu núna. Já, spennandi. Og miðasala, hún fer fram bara bráðum, við fylgist vel með. Fylgist með líka bara hérna á Instagram. Ég ætla að búa til svona vini hlaðfrétta. Það sem við getum fengið sér kjör og svo þurfum við að búa til eitthvað merch og eitthvað svona. Hvaða merch myndið þú búa til eða þú þurftir að velja eitthvað eitt núna? Ég myndi vilja ból. Já, ból eða peysu eða eitthvað svona. Já, gollu. Gollu, já. Að fá góða gollu. Þú ert gollu kall, sko. Ég líka, sko, ég átt að hugsa þetta, sko, nú var ég á Víkingsleik í gær. Þannig að vera með fólki og fara á viðburð og svona. Mjög gaman, sko, fara í Víkina og hitta fólkið og fá sér hambúrgara og eitt túle og svona. Það er búið að selja einhverja svona Víkingspeysur, eitthvað svona, sem er svona, svolítið svona mörds, Víkingamörds. En mér finnst þetta er aldrei tekið nóg langt, sko. Þetta er svona næstu töff. Hvernig ég held að svona mörds þetta þarf bara óslega dýrt, skilur. Það þarf bara handprjónuð peysa með þetta er alltaf mikið svona fjöldaframleiðsla, sko. Ég vil fá bara eitthvað svona alvöru dót, skilur. Tala bara saumakallinn og láta hann bara handsauma bara einhverjar 50 gollur, skilur. Sem munið það kosta 50 skatt stykki. Já, þetta er bara gæða golla, skilur. Gollan sem heitir jafnvel fannar. Já, eða eitthvað, bara hlaða fyrir þetta gollan, skilur. Hefur ekki verið til einhver svona föt sem heita fannar eins og í 66 eða eitthvað? Þetta er fannar er fönn, skilur. Það er líklegt, sko. Já, oft verið svona. En ég elska jakka. Alltaf ég fyrir fatabúður í útlöndum eða eitthvað svona, þá finnst mér gaman að velja mig góðan. Ég á alltaf mikið af jökkum, sko. Ég held við, já. Það er föt sem getur einhvern veginn klæðist við hvað sem er, sko. Skiptir einhver máli hvað er þetta að setja þannig, sko. Ég er að setja þannig að sjálfsögðu kropp. Nóa kropp með karmelugurli og sjávarsalti. Þetta er gott, sko. Þetta er svona smá back to basics fyrir haustið, sko. Já, það er sem við þurfum, sko. Já, ég er að fíla það, sko. En svo þar skólanir byrjar, þinn litli byrjar í fyrsta bekk og mín eru komin í fjórða og annan og já. Finnur ekki að það er svona lykt, það er svona haustlykt. Það er komið bara hressilega vont veður, sko. Svo var samt bara drullu gott veður í gær á leiknum, sko. Það var bara heitt. Já, svona í seinnipartinn. Stuttunarbólur og stemming, sko. Þetta er svona veður, það sem að, sko, getur verið heitt, getur líka verið heldur kalt. Þú ert farin að hækja í ofnunum veður. Mér finnst samt eins og í fyrra þegar, hvaða mánuður er þegar, bestadeildin klárast? Já, það er október, sko. Þá var bara flenni gott veður og bara, maður var bara úti og hlaupandi og bara trillt. Já, ég er að segja það ég hef farið á rjúpu á stuttunarból og það er nóvember, sko. Já. Bara sól, stuttunarból og flugur. Já. Það getur. Það er allt tækt, sko, en erum við ekki komnir í versta veðrið í desember, janúar? Er það ekki svona? Nei, desember er nú yfirleitt ömulugur, sko. Ég sagði versta veðrið. Já, versta. Nei, ertu að meina bara vondasta er sem kaldasta og mesta rokið og eitthvað svona? Já, eitthvað sem er bara ekki gaman að vera út í. Það er samt meira svona febrúar. Febrúar er alltaf frekar og mars, það bara kemur bara eitthvað. Já, maður getur þulunni minni maður. Ha? Þulan mín, maður. Janúar kemur með kulda og snjá.
Febrúar málar frostros og skjá. Nei. Mars okkur þreytir hans þunguru spor. Það er Marsin sem, það er helvits fönnin, sko. Ég man það ekki, sko. Nei. En ég fór í bíó líka hérna helgina og fór á Spiderman með eldri bönnin og ég ætla að segja að þetta var bara fínasta mynd rosalega löng og alveg 3 tímar eða eitthvað. Er hann að drepa mikið? Ég hefði þurft að þetta er ekki svona ljót mynd börnir í 4 ára mætti horfa á hana skilur Já, en það vera kíló með það ekki Jú, en svolítið flókin þú þarft alveg að hafa séð hinnar ég var löngu búin að gleyma því eitthvað að þau þekkt hann ekki eitthvað svona, það var alls konar svona dót sem ég var bara ekki að skilja þannig ég var svolítið á myndinni eitthvað svona hvað er að gerast? En má ég spyrja þá, með Spiderman myndina sem hafa komið út reglulega Já. bara í mörg ár, er það alltaf sama myndin sem er endurgerð, er þetta alltaf nýtt? Hvað meinar? Ég er bara ekkert hort á Spiderman Þetta er samt fín Það er 3 spurning. leikarar svona Já, þetta var sko Tobey Maguire leik Spiderman já. fyrir mjög löngu síðan og það var bara fyrsta myndin bara Esin, hann er að verða Spiderman og hann er bitinn köngul og verður Spiderman og þeir gera nokkrar þannig Hann er ömurlegur leikari Nei, Tobey er ekkert umölu leikari Það er eitthvað sem stuða mig með hann Akkur? Ég fíla hann ekki Ha? Hver kom hann næst? Þessi Tobey Svo gerðu þau það Svo er náttúrulega þetta Marvel Universe og er svo ógeð stórt Þetta er bara stærsta stúdíóið í Hollywood og þeir ákvaðu bara að restarta sögunni skilur við Þannig þá ráðaði Tom Holland Ömurlegur leikari og Zendaya sem er konan hans Tom Holland Glæsilegt par Já, voru voða fín hún Zendaya leikur í einu bestu sjónvarpsþáttum allra tíma Euphoria sko frábærir þættir allavega Já, þannig þeir restarta sögunni með Tom Holland og hafa gert fullt af myndir núna með Tomaranum sem Spiderman Þú ert að gleyma einum að á milli Þannig fyrsta Spiderman myndi með Tomaranum þá er hann að fá köngulóna og Ég skil En þú ert að gleyma einhverju leikara sem lék líka Spiderman Nei, það Jú, það er Tobey Maguire og Tom Holland Er það? Ok, Nú ætlum ég að googla þetta fyrir þig En allavega, í nýjustu Spiderman myndinni þá var ég svolítið lost sko því að ég held að ég hafi ekkert séðar allar og svona var ekki alveg að skilja þetta en bara fínt að fara með krakkana ógeðslega gaman að koma í nýja smárabíó djöfull er það flott með Andrew Garfield Já, hann leik Spiderman Það er umlöðleikur Nei Ég hef bara ekki séð Spiderman og haft einhvern sérstakann áhuga á því Nei, en þetta er gaman sko Alltaf gaman að fara með krakkan í bíó og já, svona íventa Þetta getur verið svona kannski umræða hvað er verið að horfa sko. Ég var að byrja núna, við varum að byrja að horfa á þetta á Netflix með Will Ferrell, hann að golf Er ekki leiðilegir? Jú, ég held það, við erum búin 2-3 Já, ég hef heyrt þetta að segja eitthvað tilgerulegt og eitthvað leiðilegt Þannig að ég hef ekki lagt í þetta sko Nei, ég er svona Nei, hann er ekki að halda Nei Þó ég elski Will Ferrell og allt sem hann gerir en það er bara eins og eitthvað áfata en kannski ég ætla að gefa þessu meiri síðans ég er ekki alveg búin að íta þessu út af borðinu sko. Nei, mér vantar samt talandi þætti til að horfa, mér vantar eitthvað svona fyrir haustið til þess að geta svona dottið inn í og bara svona ég veit hvað er að horfa á kvöldin Já Ég er búin að horfa núna bara eins og ég hef sagt áður í þessu podcasti, ég er bara búin að horfa á hvað YouTube golf bara öll kvöld núna senustu daga Það er rosalegt sko. Það er skrítið sko ég skal alveg viðurkenna það að það er óeðlilegt sko Andrew Garfield Hvað hefur hann gert? Það veit ég ekki, bara einhverja bíómyndir og Ég ætla að tjekka á því sko bara svona... Já, en Tomarinn er fýtt sko En hver leik svona fyrsta Spiderman sem við var það sem við bara munum eftir bara? Er það ekki bara Tobey eða? Það er örugglega Tobey Ég held að Tomarinn ég held að það hafi verið fyrsta svona leikna live action Spiderman myndin Andrew Garfield er 40 og eitthvað ára hérna og hvað er svona helsta known for? Ætla að sé bara Spiderman, hvað heldur þú? Hacksaw Ridge Spiderman og The Social Network Já, hann leik í henni hann leik hann ekki nei, hann leik ekki í Zuckerberg hann leik hann að MySpace -kurinn. Já, pirrandi gæðin alveg rétt sko, en hann er nú alveg með eitthvað fjórar upcoming myndir og svona, það er alltaf að gerast Já, ég ætla líka hann að stimpla þenni í hausinu fólki að konseptið núna í haust er sko mánudagar cozy, ég og Benni að spjallum allt á ekkert miðvikudagar, gestir þessi miðvikudagar verður skrítinn að það verða 2 gestir, já og nei föstudaginn stemming
Já, Og þetta var reynda sagt líka í síðustu viku. Já, nú er ég búin að bóka það og þeir eru lausir og þetta verður trillt. Ég get ekki beðið, sko. Þetta er eiginlega það trillt, sko, að þið getið sett þetta bara í sjónvarpið heima og okkur og horta á þetta bara svona sjónvarstátt, sko. Það er enda jákvæmt. Já, og ég hveti ykkur til þess að gera það. Farið líka, verið duglegir að fara á YouTube, þú veist, allt hlaðfréttadótið er aðgengilegt inn á YouTube og við ætlum að vera duglegir. Ég er alltaf að segja þetta við Benedikt. YouTube er bara næsti miðillinn, sko. Við erum alltaf aðeins á eftir á Íslandi. Já, við erum eftir á margt. Já, og YouTube mun, bara mark my words, YouTube mun koma mjög sterkt inn eftir nokkur ár, sko. Já. Og þá ætlum við að vera duglegir þar, sko, að deila með okkur bæði þáttunum og einhverjum klippum og einhverjum skemmtilegu og tipsum og tryggum. Þú ættir alveg að taka upp þátt þegar þú ferð á rjúpu, bara Benni fyrir á rjúpu og vera bara með svona bodycam á þér. Hefur einhver áhuga á því að horfa á það? Sko, þú ert ekki alveg nóg mikið inn í þessu. Ég er ekki hægt að skjóta það mikið. Það er partur af þessu. Þetta er eins og með golf-YouTube sem ég er að horfa á. Þetta þarf ekki að vera eitthvað merkilegt. Það er bara eitthvað að vera að slá bolta og svo bara eitthvað keiraður eitthvað og slá næsta bolta. Og þú bara horfir Já, bara horfi og leifi hugunum að reyka Í gamla dag vorum við alltaf að vinna með seasonal og það er ekki til í dag, eða ég held ekki, ég hef ekki hugmyndið það. Jú, það er til. Er það til? Ok, það er þá ekki gott í dag því að Cape Urban Spice er búin að eigna sér leikinn á Season It All. Þetta er frábært krydd og þú getur sett það á allt. Það er sérstaklega gott á fisk. Ég prófaði að grilla fisk. Geggjað með þessu kryddi. Má sjá það. Heimkup.is, já, þið getur fengið vörður sendar beint heim til ykkar og þetta er besta heimsendinga þjónusta á Íslandi. Það er auðvelt að muna þetta. Heimkup.is, kíkið inn á síðuna, það er oft frábært tilboð fremst, svo getið þið líka sótt þetta í mjóttina. Heimkaup. Það er gaman að taka þátt í Happdrætti Háskóla Íslands, HHI.is, tryggið ykkur miða og verið með í milljónaveltinu og öllu því að það er hægt að vinna. Ég hef vunnið og það var gaman og það er alltaf gott að vita því að það er prósenta sem fer til Háskóla Íslands. Ég sé alltaf og pása ekki og leifu sér bara verið í sjónvarpinu. Þannig að bara live upptaka af þér, bara frá þú lappar út úr bílnum og fer bara á rjúpu. Þetta er 6 tíma upptaka jafnvel. Er rjúpu veiðar 6 klukktímar? Getur alveg verið 6 tíma á fjalli, sko. Ok, 6 tímar. Já, ég held að það myndi alveg einhverjur horfa, sko. Já, ok. Ég er tilbúin að pröfa. Vandrarlegt ef ekki að hitta og ekkert gengur, sko. Ég er til að pröfa, sko. Ég var mjög til í að sjá það, sko. Já. Það er bara, held sem það er erfitt að vera live, sko. Ég held að það sé líka flókið, sko. En upptakan geti vissulega dottið inn eftir á, sko. Já. En þú með haustið, þetta er ekki bara glað með þetta og ætla bara að vera duglegur að mæta á viðburði og hitta fólk og þannig séð, sko. Fara að púðus ykkur. Já, getur verið þangað og þú getur líka bara farið á sinfóníutónleika. Já. Það er eitthvað sem ég hef ekki gert áður. Veit ekki hvort ég geti það, sko. Það er ógeðslega gaman að fara á sinfóníutónleika sem er eitthvað svona sinfónían eitthvað svona. Já, Frikki er með sinfóníutónleika eða Sinfónían Nord og Frikki er eitthvað að leiða saman hesta sína. Já, það var gaman. En þú myndir ekki nenn að bara fara á einhvern svona hefðbundin bara Sinfóníutónlist Íslands, hún er hérna bam og konseptið er bara Beethoven eða eitthvað. Ég er búin að vera ógeðslega neikvæður seinustu ár. Ég ætla alveg að segja seinustu 10 ár með alls konar svona. Ég er ógeðslega mikið alveg upp í leikhúsi, fór bara allt í að batna og í bíó og bara dyrka það. En senstu 10 ár hef ég verið ógeðslega latur við allt svona. Ég bara einhvers ekki, eitthvað svona, fæ félagskvíða því ég hugsa út í að ég þurfa að mæta eitthvað og hitta eitthvað fólk og alveg eitthvað svona. Já. En ég ætla núna að taka mig á í haust og bara keira á þetta bara fullum krafti, sko. Ég er klár. Hugsa þetta bara eins og bara einhver svona félagslega meðferð, bara drulla mér út og gera eitthvað og hitta fólk og hafa gaman, sko. Já, það er mikilvægt fyrir heilsuna. Þetta er líka, sko, eins og bara með allt svona, þú veist, sjálfur viðburðurinn er bara 30% af þessu. Það er einhvern veginn að taka stræt og stoppa einhverstaðar og fá sér eitt túli og hitta eitthvað lið og svo fer maður á viðburðin og eftir viðburðin og einhvers svona. Ég fekk þetta svolítið, ég er svolítið inspired af því. Ég veit að þið finnst það ekkert merkilegt en það að ég hafi farið á fótboltaleik í gær gerði bara ógeðslega mikið fyrir mig. Gerði þið ekkert merkilegt. Ég bara fór á leikinn, settist niður, horfði eitthvað, krakkarnir eitthvað að hlaupa eitthvað, og svo eftir leikina fórum við hérna á fossinn og eitthvað fengum okkur eitthvað að drekka og spjöllum saman. En eins og þegar þú varst á leiknum, horfður þú bara á leikinn? Nei, ég get ekki sagt það. Koma svo! Koma vikingur! Nei, ég áttalega til að segja eitthvað svona, en mér finnst ógeðslega erfitt að greina fótbolta þegar ég er á leiknum. Já. Ég skil ekkert hvað er að gerast.
sérstaklega þú situr neðst Já, það er stúkan full, ég var bara alveg neðst bara, ég horfði bara í augun á þeim sem voru bara á varamannabegnum þannig ég svona eiginlega skildi ekkert alveg hvað var að gerast svo bara var eitthvað svona kraða eitthvað fótboltamönnum og svo skora la Já, það er ekki yfirsýn þegar þetta er neðst sko. Nei. Það er alveg bara krakkar alltaf að hlaupa fram hjá manni ég get ekki verið það neðst sko. Nei. Ég er alltaf efst bara svona Nei. Ég er bara að standa bara En það sem ég var svo stoltur af mér með þetta í gær, að mér var alveg sama þú veist, ég var bara hitt eitthvað gauð hitti Sveppa, Já, hann sagði ég get ekki beðið eftir svo kom einn dagsending Nú veit ég hver að fara með þetta nei, reyndar ekki þennan föstudaginn sko. Nei, ok Af því að þú veist þetta er líka bara þannig eftir sem maður eldist þá þarf maður alltaf að búa til einhver svona íventa skilur Já til þess að hitta vini sína þetta er ekkert eins og þegar maður er yngri og maður bara hittast og fara að leika í dag og svo hittast maður og Það er auðveldur að selja það að fara á leikinn Já, klár Annars bara koma að gera eitthvað Það er kannski ekki eins og ekki söluvara sko. Gera eitthvað Það þarf að vera eitthvað svona mission sko. Já, það er alveg rétt Þannig ég ætla að hvetja bæði þig Benedikt en ég veit að þú líka á laddu við þetta Ég fer á mjög marga fótboltaleiki Ég er ekkert að fótboltaleiki Ég er að tala bara alls konar og líka eitthvað sem er að hlusta að Segja já bara Til að sjá Nei. Hafa haustið bara svolítið svona við erum bara opin og glöð og förum og gerum og alls konar sko. Heldur betur Ég klári það Minnst þess að ég sé bara búin að tala í svona hálftíma Já, ég er bara búin að leifa að blása Ég mun að komast hinga inn haldandi og verður að fá einhvers konar hjartaáfall eftir að hafa reykt sígarettu Þýska sígarettu, ógeðslegt Það bræðið í munnum að eftir að hafa reykt sígarettu hún er ekki góð sko. Ég bara man ekki eftir Ég samt reykti einhvern vindil með Ólafi Þótt Harðarsinni hérna í Stúdíó Rúf hérna 2020 eða eitthvað Það var ekki gott ég tók það alveg von í mig sko. Hann var bara púa, flottur Óli, hann hlýtur nú að vera spenntur Hann er mikil neyjari Þetta er hans dagur sko, eða svona, þetta er svona hans sjannra Já Það sem ég er bara alltaf svo merkilegt við höfum talað um þetta líka off-air og svona mér er svo merkilegt sko að þú veist, við erum ekkert heimskir gaurar við erum alveg ágætlega klárir en að hafa eitthvað svona sterka skoðun á annarkvæmt já eða nei þú veist, það er bara einhvern sem segir eitthvað við mann eitthvað svona, ef þú kýst nei þá din og maður er eitthvað, já shit, auðvitað segir þú nei svo kemur einhver annar, nei ef þú segir ekki já, og þá var ekki og þá er mögulega maður er eitthvað, já meinar, auðvitað þú veist, hvernig veit fólkið sem er að segja annarkvæmt já eða nei eitthvað þetta það er vantarlega búið að kynna sér þetta hvernig kynna svo er þetta bara eins og að halda með einhverju fótboltaliði sko. Þú bara heldur með jáinu og neginu og sérlega hvernig þetta þetta voru bara svona æsingur maður er að keyra hérna bara upp í Mosó og það var bara svona vinnupallar með nei-fánum út allt, bara vinnupallar og svo er einhver með hérna einhvern svona já til að sjá borða hérna sem að fólki hljóp í Reykjavíkumarathoninu svo er einhver sem svarar því svona, það er ekkert að sjá, þetta er bara allt inn á og maður er já meinar ég held að fá það er þetta sem pirrar mig svo, mikið skilur já, en ég held að þau fáum þess að tvo stjórnmála hérna, hver er að koma í það? Þorgerður Katrín og Sigmundur Davíð já, ok tísa á það breytir engu fyrir þig, þú ert engu vísari eftir viðtalið, fyrst að þú veist hún samfærið þig, hann samfærið þig hvað gerur þú? Ég ætla ekki að ég líka aldrei að hlustundum við erum búinir að taka upp viðtalið við Þorgerði Nú, ég var svona, hver er að koma? Við erum að leika eins og ég vissi það ekki og við erum að bíða eftir Sigmundi en sko við erum búinir að taka upp viðtalið við Þorgerði og hún var bara eins og alltaf, bara voða flott og gaman að henni og mér þykir vænt Þorgerði og svona en ég var samtilega engu nær ég var svona, veitu hvað já, veist, hún sagði margt mjög sannfærandi og Já, hún er mjög sannfærandi, hún mægur það En ég hlakka til að sjá hvað Simmi segir Hún kom inn að líka, sko, við vorum eitthvað við erum með að spáði að sleppa það bara að tala með ESB bara bannaði að tala með ESB, svo settist við og það bara búm, byrjum strax þetta var alveg ræðilegt Það eru allir að tala um þetta, bara ungu strákanir hérna í Tónhill eru bara fullu að tala um þetta og hafa skoðun á þessu og ég bara, hvað er ekki tvítugir? Já, þess þá heldur að hafa skoðun Ég veit Þeir eru eftir að lifa í svo mörg ár En mér finnst það bara eins og ég sé svo heimskur að því ég er eiginlega helmingi eldri en þeir og ég er engu nær og ég er ekki búin að mynda með svona fasta skoðun á öðru hvoru sko. Nei, mitt Ég skil ekki hvernig fólk getur myndað sér svona sterkar skoðun sko. Já, bara Er þetta áhugaleysi? Er þetta metnaðaleysi?
Þetta er svona blanda því að þér skítsama mér ekkert skít sama, ég á 3 börn og eitthvað svona en í grunninn ef að einhver myndi segja, heyrðu, þú mátt ekki kjósa á laugardaginn væru þá ekki bara, jú, já, er fínt já, það er mjög sleppa við mjög að pæla í þessu það er alveg sumir sem erum að taka þá afstöðu bara, heyrðu, ég ætla að láta ykkur þetta ég nenni ekki að pæla í þessu já, en það er alltaf að skamma mann fyrir eitthvað svona að vera að nýta kosningaréttin og eitthvað jú, ég er svo sem alveg sammála því, maður á nýtan en hvenar á lífsleiðinni bara síðan að þú fórst að vera með vit í kollinum hefur eitthvað verið kosið eitthvað svona, einhvern flokkin og þing eða eitthvað blei og líf þitt bara, líf Benna hefur bara gjörbreyst bara laun þín, bara helminguðust og bara frelsið og bara, það er bara frítt hérna og bara hvað er að gerast? Akkur voru ekki löngu búin að gera þetta svona? Já, nei Hefur þetta ekki alltaf verið bara svona eitthvað bara það breytist svo kom eitthvað hrun, eitthvað allt var í klessu og þá var eitthvað annar flokkur kosinn og svo heldur það eitthvað áfram og diggiti og þú fer einhver nýja vinnu þarna og gerir hraðfréttir og allavega fellur þú veist, hefur einhvern veginn eitthvað gerst þegar þú er bara, shit, hvað við kuðsum rétt maður hún er alveg bara búin að snúa öllu við og nú er bara allt að gerast og... Nei, það er kannski, nei Þetta er ekki alltaf sama súpan einhvern veginn Þetta er alltaf sama súpan, það er enda rétt hjá þér Svo fólk eitthvað rífast yfir einhverjum Þannig að sama hvað gerist á laugardaginn, það verður bara sama súpan, sko Ég hræðist það bara, þó að við færum inn í ESB skilur ég er ekkert þessum að eitthvað maður bara, shit, það er bara hérna shit, wow maður Allt annað í gangi hérna við bara getum keypt ostið og við bara, við erum hérna með þetta bara vextin, bara allt hvað er búin að pæla, okkur ekki löngu búin að gera það Nei, mitt eða ef við segjum nei, skilur þetta er bara eitthvað, bara lífið eitthvað, verið áfærum ef við förum í Evrópusambandið, þá vitum við allir hvernig þetta var en ef við förum ekki, þá vitum við ekki hvernig það verður Nei, þess að segja, getum við ekki fengið að vera því svona 5-10 ár og svo bara ég nefnski eða bara, jú, við verum bara mér Væru til í að vera í einhverjum svona sendinemnd Nei Leif mér að selja þér þetta Þú ert bara svolítið svona kannski fjölmiðlamaður á vettvangi Þú ert ekki út meira svona að sinna þessu og svona já, út af við svona sína hvað er í gangi hvernig gengur að semja, þú ert ekki að semja sko. Ég datt svo mikið út, ég skil ekkert hvað það tala Nei, þú ert bara einhver fréttamaður sem er ráðinn út og átt bara að fylgjast með til Brussel og átt að fylgjast með samningaviðræðunum svona og taka við töl og svona hvernig gengur að semja og það er svona þitt hlutverk Verður til í það? Nei, þetta er ekkert eðlilega leðilegt sko. Verður freka til að vera í nefndinni? Ég, sko, ef ég væri bara ekki að vinna við það sem ég er að vinna við í dag þá færi ég bara annarkvæmt á sjó væri bara sjómaður eða væri að vinna eitthvað á leikskóla eða frístundaheimili eða eitthvað með börnum sko. Ég tala við eitthvað fólk einhver samninga nefnd Nei, bara, Herru, en talað það, ég hitti Björn Malmquist í gerð Það er svona maður sem ég er að tala um Ég var að hugsa um hann, að vera Björn Malmquist Hann eitthvað blessaður, kostið þú víkingur eða valsmaður Hvað varstu móðgari við því hann veit ekki hvað það er? Já, veistu af hverju? Nei Þegar við unnum með hann á RÚV og eina sem hann talaði við mig á RÚV var bara víkingur og ég skildi aldrei að hann tala svo mikið víking við mig því ég horf ekkert að fótbolta Já, þá varst ekki búin að eignast barn eða neitt Nei, og hann bara, okkar menn eru bara bara alltaf, bara í konstant 6 ár talaði Björn Malmquist víking við mig sem ég fann svo fyndið og ég þóttist eitthvað svona, þetta er helviti gott að það komnir hann upp og svona, hann talaði það mikið víking við mig, hann spurði mig eins og heyrðu, okkur vantar einhvern svona ungan og hressan til þess að vera hérna vallarþulur í sumar, ert þú ekki bara flottur í það? Og ég afþakkaði boðið nú skil ég og ég afþakkaði boðið penn þannig að eftir allt þetta bara næstu áratug af einhver víkingstali og viltu vera vallarþulur og eitthvað svona allt henni gæri eitthvað, hvort er þú valsar eða víkingur? Það er rosalega skellur Ég hugsaði, hann fengið eitthvað áfallað út í Brussel, bara hann gleym öllu Hann er búin að ESB-a yfir sig En svo hugsaði ég reyndar annað sko. Kannski var þetta ekki Björn Malmquist kannski var þetta bara einhver sem óslega líkur honum að ég var ekki 100% viss. Hann er með afgerandi bjössa útlit sko. Já, hann er það sko. En ég til þess að vera virkilega góðu fréttamaður. En til þess að vera að því mig gruna að þetta væri hann. Eitt sá besti sem vegum. Já, hann er frábær. En hann var eitthvað með derhú og eitthvað trefil og var eitthvað svona flottalegur sko. Þannig ég ákvaði eitthvað svona til þess að vera vissum að þetta væri Björn Malmquist, þá var ég eitthvað svona, já, þú ert alltaf út eitthvað að tralla. Já, þetta er nú maður bara fluttur á það inn eitthvað svona.
en ég fekk aldrei svona staðfestingu, var hann að tala fluttur þarna inn er hann ekki fréttamaður RÚV eitthvað? Hann bara heim í Brussel Já, akkurat Sko, þetta vissi fluttur inn Ég var að reyna að fá það upprónum að hann var alltaf í Brussel en ég fekk það aldrei staðfest þannig kannski var það bara eitthvað hálfbróður hans eða einhver maður sem múst að líkur honum eða... Já, ætli hann vilja segja já eða nei væntanlega já, það skiptir engum máli það skiptir engum máli, hann er jafn mikill fréttamaður ekki í ESB og í ESB en hann er núna fréttamaður hann er kannski þessi meiri fréttamaður Já, hvað svona þetta er dýbra í málin sem hann mögulega nennir ekki þess að þetta er fínt eins og hann hefur það núna Nei, ég skil hvað hann meina sko, en hann er búin að tala um þetta í mörg ári eins og ég er náttúrulega Haukur Hólm vinur okkar og Bogi Ágúst við erum allir káringar sko, þannig að alltaf káir bandir að reglulega sko. Já, þetta var svolítið svo Bogi myndi alltaf spyrja þig um káleik Hvort er þú vikingsmaður eða káir? Já, þá er ég mókaður Þetta er skrítið, skilur Já, ég er mókaður ég er bara, Bogi minn, er ekki alltaf lægið eða? Hvað er að gerast? Ég bara manna ekki benni Ég man ekki hvað þú með vikinga káir Nei Ætlum við ekki að taka strákana á káir vikingur? Við ætlum að gera það ekki það að sé eitthvað spennandi að því að vikingur er að fara að taka þetta en gaman fyrir það gaman fyrir strákana að fara með okkur og ég svona sín ykkur frostaskjólið sko. Já, getur labbað eitthvað og Já, ég labba alla ganga stoppað hjá Gísla og tekið túli og... Það má gera það við fyrir samt þurrgla á Rauða ljóni myndi ég halda Það er ekki lengra frá Kárvöllinu með Ég held að muni nú ekki miklu sko. Ég held að sé akkurat svona mitt á milli Rauða ljónið á Kárvöllinu? Nei Jú. Nei, þetta er eitthvað brjálaður Hvað meinar það? Kaffihús Vesturbær er miklu nær Ekkert miklu? Já, þú segir það Þetta er alveg sko spölur Þetta er spölur, sagðan sko Beinni spölur kannski Já Nei, herðu, en þetta var bara þægilegur mánudagur virkilega gaman að vera með ykkur hérna og næsta miðvikudag hvetjum ykkur til að hlusta við ætlum að taka viðtal við Þorgeiri Katrínu og Sigmund Davíðs ykkur lagi Já og nei og þau eru að sannfara okkur hvort við eigum að gera Já og sko þá hvetja til þess að fólk hlusti bara báða þættina sama dag, jável Já, eitthvað svona Já, þau eru bæði, sko, hún er góð vinkona okkar, hann er góð vinnur okkar. Já, þau eru það góðu vinnur okkar að við erum á leiðinni í ammæli til þeirra bara þess ári, sko. Já, en þau eru ekki á vegnum. Jú, hann er á vegnum. Já, við erum að setja... Inga Sæland er á vegnum. Setja Þorgeir á vegginn, sko. Þakka fyrir okkur í dag, verið sæl.